Það var leiðilegt hvernig fór í síðasta leik. Ég takk eftir ég í bleiku. Ég var að vera afi, það var stelpa. Ég ætla að sýna ykkur Milano pottinn. Milano pottur, hann hefur 2 síur. Og ég er búinn að, þær eru hér. Ég gerði það svona ganni mínu. Ég setti eina svona pappasíu í. Og setti svona eina svona einnota síu. Hver er munurinn á þessu? Þessi síja hérna, sem er einnota, hún síjar 1 míkrón. Það þarf aldrei að þvo hana eða neitt. Þú hefur hana bara í pottum í svona 4 til 6 mánuði. Þá tekur hann upp úr og hendir henni. Þetta hérna er pappasíja og þessi síja var hönnuð fyrir svona cirka 40 ára síðan. En hún dugir alveg. Ókosturinn við þessa síju finnst mér að það þarf alltaf að þrífa hana einu sinni í viku. Þannig að þá tökum við síjuna og við erum með þetta svona efni, svona síju hreinsir. Og þá þurfum við að fara inn í bílskúr eða út og spreyjum svona á síjuna. Þetta þarf að gera einu sinni í viku við pappasíjur. Látum þetta standa á í nokkrar mínútur. Ég hef bara ekki tíma núna. Og svo smúlum við með köldu vatni. Svona þrífum við pappasíjur. Það tekur ekkert langa tíma, kannski 3-4 mínútur. En þetta er möguleiki að hafa pappasíu. Sumir halda sig ódýrara, en þau upp í staði þá er það bara mjög svipað verð. En pappasíunar, þær eru 150 míkrón að þéttleika, meðan þessi hérna er 1 míkrón að þéttleika. Og ef við tölum hvað er 1 míkrón? 1 míkrón er miklu minni millimetri og húðflaga sem dettur á ykkur er cirka 40 míkrón, þannig að það gerir ykkur grein fyrir hvað 1 míkrón er þétt. Herðu, nógu síur. Til þess að halda vatninu hreinu þá þurfum við að huga vatnsgæðunum. Við þurfum að mæla. Nú er margir sem spyrja hvað er þetta hér. Þetta er fitusoppur, hann sígur í sig fitu, ekki veitir af. En svona gel í hárinu, rollon, perfjúm og svona, það er svona fita í því og hann sígur þetta í sig. Þessi er búinn að vera smá tíma hérna, hann er byrjað að sökkva, þannig að það er svona fyrir að koma tíma á þennan fitusoppa skipt út. Það dýrir svona 3-4 mánuði. Til þess að halda vatninu hreinu, þá er þetta mikilvægast af öllu sem þú gerir fyrir pottiðinn. Þú ert að vita vatnsgæðin. Ég er búinn að selja potta og hreinsa þetta í 20 ár og ég get ekki sagt þér pH-gildi í þessu vatni. Það er bara ekki hægt. Þetta er mjög einfalt, við tökum svona teststrips, gerum þetta einu sinni í viku. Heldur sér nú onni í cirka 10 sekúndur. Hérna sjáum við litakóðan hérna, stendur OK, þetta er efsta, þetta er að mæla klór. Það er bara vel að klór í þessum potti. Svo erum við með næsta í pH-gildi. Og samkvæmt litakóðanum þá er pH-gildi svona cirka 6,8. En ég þarf að hækka pH-gildi í þessum potti. Og það er gert með því að setja pH+, það hækkar. Og við erum alltaf að vinna með svona cirka 1 teskeið í einu. Mér finnst mjög gott að nota lokið og setja 1 teskeið, hendi úti og svo kveiki á dælunum. Dælan er bara hér. Hún er í gangi dælan, en ég setja aðeins meiri kraft. Nú er ég búinn að hækka pH-gildið. Þetta þarf maður að hugsa einu sinni í viku. Svo notar við klórtöflur, fyllir á flótholtið einu sinni í viku. Gerir þetta alltaf einu sinni í viku, bara lögðu. Og klór drepur bakteríur. Pottar hressir losa við bakteríunar og þú losnar við alltaf klórlykt. Ef þú tekur 100% hreina klór og bara efnafræðskrifstofu, þá er engin lykt af klór, hann er lyktalaus. Við tengjum alltaf klórlykt við svona lyktina því við förum alltaf í sund. Það gýs upp klórlykt þegar við erum að drepa bakteríur. Þannig að einu sinni í viku setur við 1 teskeið í pottin líka. Og setur dælurnar af stað. Getur alveg farið í potti núna. Það er alltaf að nota. Þetta er fljótt að leysast upp. Allar upplýsingar eru inn á heimasíðun okkar, heitir potta.is og þú fær líka svona blað. Svona. Allir sem kaupa okkur pott fá svona blað. Þetta er á heimasíðunni.
Og þú getur líka fengið svona blað ef þú hefur ekki keypt pottaábyrgð að kaupa hreinsiefni eða getur líka að koma bara að fengið frítt svona blað, kostar ekki neitt. Og þá kennum við ykkur að nota hreinsiefni því að við viljum að þú setur með hreint og gott vatn. Fleira var það ekki í dag, sjáumst eldhress og gátt.